Árið 1627 kom ræningjar frá Alsír til Íslands. Þeir réðust á fólk í Grindavík, Vestmannaeyjum og nokkrum stöðum á Austurlandi. Veldi ræningjanna var svo öflugt að það teygði sig alveg frá neðsta punkti Miðjarðarhafs strönd Norður-Afríku og alla leiðina vestur að Atlantshafi. Þegar þeir komu að Íslandi rændu þeir hátt að 400 Íslendingum en aðeins 20 Dönum. Þegar Vestmannaeyjar voru yfirgefnar höfðu þeir skilið eftir 36 lík en tekið með sér 240 saklaust fólk sem fanga. Á Austfjörðum voru teknir 100 Íslendingar en aðeins 13 Danir, sem talsvert minna. Þegar numið var í Grindavík tóku þeir 15 manns. Voru þá búnir að ræna samtals 368 manns. Leitum við einstaklinga sem eru enn á lífi og upplifðu þennan hræðilega atburð og fundum eina konu sem heitir Ólafía Tryggvadóttir. Við hittum hana og spurðum hana nokkra spurninga. Sæl Ólafía, ég heiti Hildur og ég ætla að spyrja þig nokkra spurninga. Manstu hvar þú varst þegar ránið átti sér stað? Þetta voru hræðilegir tímar. Ég man ég var 7 ára gömul snáta og var úti að leika mér með steina þegar allt í einu heyrðist hryllilegt óp lengra frá og alltaf var það hærra og hærra og eins og það væri líka að koma nær. Skyndilega kom mamma mín út, tók í mig og öskraði. Hlauptu og felldu þig á stað þar sem enginn finnur þig. Ég vissi auðvitað ekki hvað var í gangi og var rosalega hrædd. Ræningjarnir tóku alla fjölskylduna mína en ég náðist ekki að því ég fór eftir ráðum móður minnar. Guð, það er hræðilegt. Hver ólík það upp? Aðallega voru það nágrannar mínir sem urðu eftir. Fékkstu þá aldrei að sjá fjölskylduna þína aftur? Nei, því miður var fjölskylda mín ekki ein af þessum 27 sem komu tilbaka nema eldri bróðir minn, hann Jónas. Sagði þið frá því hvernig lífið var í Afríku? Já, örugglega, en því miður man ég ekki eftir því vegna þess ég var svo ung. Hefur þér viljað frekar að fara með? Nei, það held ég ekki. Þakka þér kærlega fyrir að koma í viðtal.